Nú ætlum við aðeins að skoða skífurit. Fólk í strætó var spurt hvernig síma það ætti, hérna sjáum við niðurstöðurnar. Hvernig síma eiga flestir? Þá þurfum við bara að skoða hvaða kaka hérna er stæðst. Þið sjáum að þessi er sirka helmingur, þessi er 1/4, svo næstum því, og þessi 2 skipta restin á milli sín. Þannig að hvaða kaka sýnir helming? Jú, það er Samsung. Sjáu það hér. Þetta er langstæðsta kakan, hún er jafn stór og allar hinar til samans, þannig að hér er alveg augljóst hvaða kaka er stæðst. Hvað eiga margir Nokia? Ef að það voru 16 farþegar, þá sjáum við að ef að það er helmingurinn með Samsung, þá er það helmingurinn af 16 eða 8. iPhone er sirka helmingurinn af því sem að Samsung er með, það ekki, eða 4. Og hvað er þá margir eftir? Það eru 4 og skiptum við þeim í 2 á þessa 2, þannig að það eru 2. Við þurfum að reyna að gera þetta svona út frá einhverjum hlutföllum. Skiptu þessu eftir, finna helming, finna 1/4, gæti verið 3, þá deilum við bara með 3. Þurfum að reyna átta okkur á því hvað þetta er stór hluti af hringnum. 20 manns voru spurður hversu oft eru farið í Kringluna síðustu 6 mánuði og við þurfum að teikna skífurit. Þegar við teiknum skífurit þá þurfum við að byrja á að finna hvað þetta er mörg prósent. Því að við þurfum í raun að vinna þetta út frá því eða út frá hlutföllum. Það er alveg hægt að segja, hér erum við með 4/20 sem er 1/50. Hérna erum við með 6/20 sem að strax er mun erfiðara hlutfall, það er 3/10. Hér erum við með 5/20 sem er 1/4, 3/20 sem við getum ekkert stytt og svo 1/20 og 1/20. Þetta eru pínu erfið hlutföll, við getum teiknað þetta út frá þessum hlutföllum, en það er líka hægt að finna bara prósentin. 1/50 er 20/0,2 sem gefur okkur 20%. Hér fáum við 30%, 25%, 15% og 5%. Þið munið hvernig við breytum almennum brotum í prósent, þá bara slægi inn í vasareikni 1 deilt með 5, þá fæ ég tugabrótið og margfalda það svo sinnum 100. Þá fæ ég prósentin. En ég þarf að finna hvað er 20% af heilum hring. Þá þarf ég að vita hvað heil hringur er. Hann er 360 gráður og hér þarf ég í raun að gera 360 deilt með 100 sinnum 20. Og í þessu tilfelli þá fæ ég 72 gráður. Hérna ger ég aftur 360 deilt með 100 sinnum 30 og ég fæ 108, ekki 180, 108 gráður. Hérna fæ ég 90 gráður, ég ætla ekki að teikna þetta allt upp. Ég fæ 54 gráður, ég fæ 18 gráður og ég fæ 18 gráður. Nú er ég komið með allar gráðunar. Nú þarf ég að teikna skífuritið mitt. Sjáðu þið. Og ég teikna bara eina línu að miðpunktinum. Hér ætla ég að byrja. Síðan tek ég gráðubógan og ég mæli 72 gráður frá þessu striki hér. Þá læti ég gráðubógan liggja þannig að hann liggi hér. Og svo þarf ég að mæla gráðunar hring í þessa átt. Málum fara í hina áttina og 72 gráður er kannski eitthvað staðar hér. Þannig að þetta er ágætt að skrifa það bara strax. Þetta er aldrei. Síðan er næsti 108. Það er svolítið meira en 90 gráður og þegar ég mæli þetta þá þarf ég að leggja gráðubógan ekki á þetta strik aftur og mæla 108 gráður héðan, heldur héðan. Byrja upp á nýtt. Þannig að þetta er einu sinni, tvisvar voru 90 gráður, þá myndast 90 gráðu horn hér, þetta er tvisvar
og nú mæli ég frá þessu striki. Svo þegar ég ætla að mæla næsta þá mæli ég frá þessu striki. Þrisvar var 54 gráður segi ég, 15%. Það getur verið svona hér ykkur staðar. Ég er ekki með gráðubóa til þess að mælda en það verður ekki alveg rétt hjá mér, en þið verðið að nota gráðubóa. Þannig að þetta var þrisvar og svo skiptum við restinni í tvennt sem er 4 sinnum og oftar. Það þarf að vanda þetta, ekki gera skífuritun of lítil, alls ég myndi gera þau í bókin ykkar þannig að þau séu svona að minnstakosti 10 cm á breidd, jafnvel stærri. Eftir því sem maður er að gera þetta minna þá er eiginlega erfiðar að koma hornunum og mæla hornin. Það er auðveldar að mæla horn í þokkalega stóru skífuriti, vanda sig, nota gráðubóa og merkja inn á hvað við erum að gera. Það þarf að merkja inn á hvaða kaka er hvað. Það er ekki nóg bara að teikna einhverja línur.